Hér í höfninni á Húsavík hefur verið óvenjulegur gestur undanfarnar vikur. Segðu okkur aðeins frá því. Já, við erum búin að vera með kampsel frá því snemma í haust. Ég man nú ekki hvenær hann sást fyrst, það var sennilega í byrjun október. Og hann hefur gjarnan verið að sjást á kvöldin og verið að koma þá og legið hér bara í makkindum sínum. Og svo sáum við hann liggja hér líka fyrir í þessari viku, bara hábjartan dag. Svona ekki tekið eftir því, ekki það að maður sé að fylgjast með alla daga, en það var í fyrsta skipti sem við sáum hann svona í björtu liggjandi. En algengt að sjá seli hér inn í höfninni á Húsavík? Nei, selir eru nú ekkert kannski það algengasta hér í höfninni, en þegar þeir sjást þá vill það gjarnan vera kampselur eða einstöku sinnum hringanóri sem önnur svona heimskauta selategund sem að flækist þessu leyti til landsins. Segðu okkur aðeins nánar frá þessari selategund, kampselur. Hvers konar selur þetta? Kampselurinn heimskautategund sem að fylgir ísnum í Íshafinu og nafnið kemur frá kampinum eða veiðihárunum sem eru býsna þétt og löng og mikil. Þannig að það eins og þetta sé svona bara fullskækjaðar selur. Og hann notar þau sem sagt veiðihár og þreifar í rauninni fyrir sér á botninu. Þessi tegund nærist að mestu á svona botnlægum dýrum. Geta verið fiskar, skeldýr, smokkfiskar og þess háttar. Og hann notar þessi löngu veiðihár meðal annars til að svona finna það sem á undan sér. Þannig að þessi selur hugsanlega komin alla leið frá Grænlandi. Hefur hann eitthvað að bíta og brenna hér? Já, hann hefur líklega nóg að bíta og brenna. Þessi selir eru á grunnsævi yfirleitt, fara ekki mjög djúpt. Og þannig að hann hlýtur að finna eitthvað hér. En yfirleitt eru þeir nú bundnir við hafísinn eins og Grænlandi og bara allan hringinn í kringum heimskautið og kæpa á hafísnu. Þið starfsmenn Náttúrustofu Norðausturlands, þið hafa verið að ná ótrúlega flottum myndum af þessum sel. Hvað hann svona gæfur? Já, það bara, maður getur ekki tekið slæma myndir þegar viðfangsefnið á metersfæri. Og það eiginlega nánast alltaf með þessa kampseli að það hægt að komast bara alveg upp að þeim. Eina dýri sem þeir eru hræddir við, það ísbjörninn. Og þeir ættu nú að vera hræddir við mannfólki líka því að inúítarnir lifa nú einhverju leyti á þessum selum. En þeir sem að koma hingað, þeir eru yfirleitt bara alveg döðsvækir og ég mæli nú samt ekki með því að menn sé að klappa þeim. Þeir geta nú alveg snúið sér fljótt og bitið þeir vilja þeim. En það gaman að heyra þá urra pínu þegar menn fara of nálægt. En þessi dýrategund, hún leitar af og til hingað að ströndum Íslands? Já, við fréttum af kampselum árlega yfirleitt á veturna og þetta eru, ég man í raun ekki eftir neinum tilvikum sem eru fleiri en eitt dýr og þeir eru oft þá sjást innfjarða eða í höfnum svona eins og hérna og til dæmis Bollinum á Akureyri á veturna sitja þar upp á ísnum. Það eru svona ákveðnir staðir sem eru reglulegir en þetta svona frekar sjaldgæf sjón. Og það eru svo sannarlega forréttindi að geta liggu við bara hort á hann hérna út gluggann hjá ykkur. Já, það bara lúxus. Þurfum ekki að fara eitthvert norður til Grænlands eða lengra. En hvað verður heldurðu hann? Hann fær einhvern tíma nóg og fer eitthvað annað. Ætli hann sé ekki bara, maður veit svo sem ekki hvað hann gamall, þeir geta orðið 2,7 metrar, þeir eru hvað stæstir. Þessi nú eitthvað minni og gæti verið unglingur, þó maður sé nú ekki alveg viss. Þannig að hann kannski bara á einhverju flakki áður en hann þarf að fara að hugsa sinn gang.